Bjarnadóttir, BNA. Góðan dag og komið sæl. Eins og áður hefur komið fram þá þetta síðasti þátturinn í þessari seríu sjálfbærni í byggingariðnaði og það hægt að segja að vegferðin búin að vera mjög skemmtileg hingað til. Við höfum fengið til okkar hönnuði, húseigendur, verktaka, verkfræðinga og efnissala líka, húsasmiðjan og Bíkó. Þannig að það má segja að við erum búin að fá svona allan skalan af gestum til okkar og þetta búið að vera mjög skemmtilegt, mjög fræðandi og ég vona að við höfum haft áhrif út af við. Mér langar einnig að þakka Þórhildi Fjólu frá Grænni byggð fyrir samstarfið. Búið að vera mjög skemmtileg vegferð og gaman að kynnast henni, skemmtileg kona. En í dag það hins vegar ráðgjafafyrirtæki og Terra, það vita nú kannski allir hver það er endurvinnsla. Og það kom svolítið óvart að ég var ekkert búinn að segja þeim hvað þau, ég geri það nú ekki vanlega að segja þeim hvað þau að tala um. Ég bið bara að fá að heyra árangur þeirra. Og það kom svo í ljós að þau að tala nákvæmlega sama hlutin, svona meira og minna. En þau ætla bæði að tala hringrása hagkerfið. Við ætlum að byrja á henni Sigríði Ósk frá VFSO ráðgjöf. Hún byggingaverkfræðingur, doktor í byggingaverkfræðing og við byrjum á að fá sjá hana. Gjörið svo vel. Góðan daginn, Sigríður Ósk Bjarnadóttir heiti ég og ég byggingaverkfræðingur hjá VFSO ráðgjöf. Hér starfa ég sem sérfræðingur í sjálfbærni og loftslagsmálum í mannvirkjagerð. Ég hef verið að vinna í loftslagsmálum síðan ég fór út til Bandaríkjanna árið 2008 og hef verið að skoða í raun og veru loftslagsmál og afleiðing þeirra á byggingariðnaði. Ég kom heim árið 2018 og hef verið að vinna hér hjá VFSO að þróa og stýra grænu leiðina sem í raun og veru þverfaglegt svið þar sem við erum að reyna að tryggja sjálfbærni og það að loftslagsmál eru höfð til hliðsjónar við þá þjónustu og ráðgjöf sem við veitum. En loftslagsmál hafa verið mikið í umræðinni síðan undanfarin ár og þegar við tölum loftslagsmál þá erum við oftast að tala helsta drifkraftin þeirra sem eru losun gróðurhúsalofttegunda. En það eru losun gróðurhúsalofttegunda sem að valda því að við erum að sjá breytingar í loftslagi. Þegar við tölum gróðurhúsalofttegundir þá erum við yfirleitt að tala losun kolefnis. En það þessi losun kolefnis frá byggingariðnaði og frá öðrum iðnaðum sem að valda því að við erum að sjá breytingar í loftslagi. Ríkisstjórn Íslands hefur það að markmiði á næstu árum að draga verulega úr kolefnislosun. Og meira sem það markmið að stefna kolefnishlutleysi fyrir árið 2040. Við hjá VFSO ráðgjöf vitum að mannvirkjagerð og byggingariðnaðurinn sjálfur mikilvægur hlekkur í að ná þessum markmiðum. Og við höfum verið að veita ráðgjöf í lausnum til þess að lágmarka kolefnislosun frá byggingariðnaði. Mér langar að nýta tíma núna á eftir til þess að kynna grænu leiðina aðeins betur fyrir ykkur og kynna fyrir ykkur þær lausnir sem við höfum til þess að lágmarka kolefnislosun í mannvirkjahönnun og til þess að stuðla að sjálfbærari samfélagi í framtíðinni. Góðan daginn, ég heiti Sigríður Ósk Bjarnadóttir og byggingaverkfræðingur hjá VFSO ráðgjöf. Ég ætla að byrja samt núna að bara hrósa Iðunni og Grænni byggð fyrir þetta frábæra framtak. Það alveg ofboðslega gaman að hlusta á þessa fyrirlestra og sjá hvað að gerast í byggingariðnaðinum í þessum sjálfbærnimálum. En ég ætla í dag að kynna í raun og veru grænu leiðina og grænu leiðina í mannvirkjahönnun og kannski svona aðeins kynna mína sýn á hvað að keyra þessa sjálfbærni vegferð. Ég byggingaverkfræðingur í grunninn. Ég með doktorsgráðu frá Michigan Tech University. Ég útskrifast þaðan 2012 og búin að vera að vinna í loftslagsmálum í raun og veru síðan ég fór út til Bandaríkjanna 2008. Þannig ég kem heim 2018 og byrja hjá VFSO og þar ég að stýra og þróa þessa grænu leið. En
svona ein stuttglæra bara Vaffesó, þetta alhliða verkfræðistofa, við veitum alls konar verkfræði ráðgjöf og þjónustu. Við erum, já eins og ég segi, við erum stödd í Borgartúni 20 og búin að vera þar síðan 1980 sem alltaf skemmtilegt og verðum þar áfram. Og en já, eins og ég segi, við erum bara alhliða verkfræðistofa og veitum alls konar ráðgjöf og tryggjum það að við erum að finna hagkvæmar lausnir fyrir alls konar verkefni og já, svona stutta inngangsglæran Vaffesó. En þá raun og veru það sem keyrir mig áfram, eins og ég segi, ég er búin að vera að vinna í loftslagsmálunum síðan 2008 og það var í raun og veru þetta hitastig jarðar sem við heyrum mikið um. Hitastigið að hækka, búið að hækka mikið á síðustu 100 árum. Þegar við horfum á spár og gögn varðandi hitastigs, hækkanir eða lækkanir eða bara í raun og veru hitastigið almennt, þá horfum við til milliríkjanefnd Sameinuðu þjóðanna eða í IPCC og þar höfum við í raun og veru spár hvernig hitastigið að þróast og hvernig það mun kannski þróast á næstu 100 árum. Þannig að það búið mikil hröðun á síðustu 30 árum. Og þessi hröðun tengd í raun og veru við það að við erum að brenna meira jarðeldsneyti. Og þessi brennsla jarðeldsneyti að losa gróðurhúsalofttegundir og það þessar gróðurhúsalofttegundir sem að valda því að loftslagið að breytast. Og þegar við tölum gróðurhúsalofttegundir þá erum við ofta að tala tölum við yfirleitt kolefni og það svona í raun og veru einföldun en það það sem við tölum þegar við erum að tala hvernig við eigum í raun og veru að draga úr þessum gróðurhúsalofttegundum, þá erum við að ræða það að við ætlum að reyna að draga úr kolefnislosun. Svona alltaf skemmtileg spámynd, höfum við í raun og veru þróun hitastigs á næstu 100 árum. IPCC leggur fram í raun og veru 4 svona spámyndir, sviðsmyndir. Rauða línan í raun og veru hvert við stefnum ef við gerum ekki neitt, ef við höldum áfram að losa eins og við erum búin að vera að losa. Og bláa línan sýnir ef við förum að vinna markvisst að því að reyna að draga úr kolefnislosun. Og það raun þangað sem við viljum stefna. Við viljum reyna að halda okkur þarna í þessu bláa svæði á næstu 100 árum. Þannig við erum með alls konar mótvægisaðgerðir í loftslagsmálum. Eins og kannski flesti þekkja þá Ísland aðildarríki í Parísarsáttmálanum, en það eru 55 ríki með það markmið að draga verulega úr losun kolefnis og halda í raun og veru hitastigshækkun innan 1,5 til 2 gráða á næstu 100 árum. Ísland síðan með það sérstaka markmið, eða sitt eigin markmið með öðrum norrænum þjóðum að draga úr kolefnislosun 40% fyrir árið 2030. Þannig að við erum að tala eftir 9 ár, þá ætlum við að draga úr kolefnislosun 40%. Og svo líka verið að stefna að kolefnishlutleysi fyrir árið 2040. Þannig að þetta eru kannski svona tölur sem þið hefur alveg séð, en það er svona spurning hvernig hefur að tengja byggingariðnaðinn við þetta, og það er svona það sem ég er svona búin að vera að nálgast hjá Vaffesó. Þannig að við horfum á byggingariðnaðinn, núna ég með tölur á heimsvísu, þá byggingariðnaðinn alveg ofboðslega auðlinda frekur. Við notum mikla orku í að reka byggingarnar okkar og að framleiða byggingarnar okkar og að byggja byggingarnar okkar. Við notum mikið af hráefnum og það mikil úrgangsmyndun sem verður til innan byggingariðnaðins og allt kemur þessi 40%, þannig 40% orkunotkun, hráefnanotkun og úrgangsmyndun frá byggingariðnaði. Sjáu hvað þetta er rosalega stórt. Svo við tengjum okkur inn á þessu kolefnislosun því að við erum að reyna að ná þessum markmiðum Íslands kolefnishlutleysi. Þá byggingariðnaðurinn á heimsvísu ábyrgur fyrir það bil 40% af heildarkolefnislosun heims. Okay. Nú þetta eru tölur á heimsvísu, þannig þetta ekki alveg Ísland, en það ekki búið að áætla kolefnislosun fyrir byggingariðnaði á Íslandi. Það verið að vinna þessa vinnu og þetta alveg ofboðslega spennandi vinna, heitir undir nafninu Byggjum grænni framtíð, samstarfsverkefni á vegum Húsnæðis- og mannvirkjagerð og ég tek þátt í þeirri vinnu og þá erum við að fara að kortleggja þessa kolefnislosun frá byggingariðnaði. En þegar við tölum kolefnislosun frá byggingum, þá erum við að tala innbyggða kolefnislosun. Það eru kolefni sem bundið í byggingunni sjálfri. Þannig að kolefni sem bundin við það að búa til bygginguna og svo kolefni sem losað vegna rekstrar. Það nota því út að hita eða nota rafmagn og allt þetta. Á Ísland, ég myndi segja að heildarkolefnislosun væntanlega minni en þessi 40%. En ég held samt að innbyggt kolefni fyrir að vega þyngra. Við búum á mjög sérstökum stað með mjög sérstakar orkuaðstæður.
Þannig að ég hugsa að þessi kolefnislosun vegna rekstrar töluvert lægri, mikið lægri hér en annars staðar í heiminum. En það þýðir að hvernig við byggjum og úr hverju við byggjum, þetta fer að skipta svo miklu máli. Þannig að við erum hjá Vafesó, þá ég, eins og ég sagði áðan, ég að stýra og þróa þessa græna leiðin í mannvirkjahönnun. Ég ætla svona að snúa mér að mannvirkjahönnun, þar sem ég byggingaverkfræðingur í grunninn, eða burðarþolsverkfræðingur í grunninn. En græna leiðin tekur á ofboðslega miklu hjá okkur hjá Vafesó. Þetta rosalega þverfaglegt verkefni og þverfaglegt svið og það koma allir að úr þjónustuhringnum okkar. En það sem ég langar svona bara að ræða í dag í raun og veru umhverfisvottun, lífsferilsgreiningar og hringrásarlausnir. Ég ætla svona að reyna að halda mér á tímanum, en mér langar aðeins svona að fara í gegnum bara umhverfisvottanir. Ég veit kannski flestir eru búin að heyra aðeins umhverfisvottanir og þetta kannski ekkert nýtt sem ég að fara að segja núna, en umhverfisvottanir eru náttúrulega bara þriðja aðila, óháðir þriðja aðila vottanir, staðfesta verkefni. Núna getur verið umhverfisvotta skipulag og getur verið umhverfisvotta byggingu. Í raun og veru að verkefni stenst kröfur sjálfbærni og umhverfisáhrif, að það vera að lágmarka umhverfisáhrif og stuðla að sjálfbærni. Þetta eru stífar, það er verið að standa svona stífari kröfur, þetta er ákveðin gæðastimpill, þannig að þú færð yfirleitt vonandi betri mannvirki ef þú ferð í gegnum umhverfisvottun. Hvað BREEAM? Sjálf ég svolítið föst í BREEAMinu, við veitum ráðgjöf varðandi BREEAM hönnun, bæði á skipulagsstigi, byggingar í rekstri, en BREEAM í raun og veru bara stigakerfi. Þú fylgir ákveðin staðli og verkefnið stenst í raun og veru að vinna í því að fá ákveðin stig með því að standast kröfurnar innan BREEAM. Þannig það hægt að fara í gegnum, þú getur farið alla leið upp í outstanding sem þá best, en excellent og very good og pass. Og það sem við sjáum á gröfin uppi í raun og veru það sem ég finnst svo skemmtilegt við kerfi eins og BREEAM. Það alltaf verið að ýta kröfunum lengra og lengra og lengra. Við erum alltaf að vonast til þess að ná meiri og meiri árangri í okkar sjálfbærni eða okkar sjálfbæru þróun. Og þannig að það alltaf bara 1,5% af byggingum sem ná þessu outstanding og svo kemur bara nýr staðall sem ýtir kröfunum, þannig að við erum alltaf að gera aðeins betur. En þið sjáu kannski á gröfinni að það alveg óbúslega mikið hlutfall af byggingum sem stenst gút og alveg meiri hlutin. En svo hitt sem ég kannski ætla að draga aðeins athygli á og ég sé að það búið að setja hring í kringum þessa kolefnislosun. En á heimsvísu þá verið að sýna fram á að BREEAM vottanir að hafa veruleg áhrif í að draga úr kolefnislosun bygginga. Og meira því hærra sem þú ferð í stigakerfinu, en very good bygging að ná kolefnislosun niður 15% með að við hefðbundna bygging sem myndi þá ekki vera hönnuð samkvæmt BREEAM. BREEAM kerfi. Það eru matsþættir, þetta tekur á ekki bara hönnuninni sjálfri, en þetta tekur líka á hvernig byggingin stjórnuð, heilsa og vellíðan innan í bygginguna. Þetta skiptir óbúslega miklu máli, hvernig inni loftið, hvernig inni vistin, hvernig líður okkur inn í byggingunni, orkan, samgöngur, byggingin eða mannvirki staðsett nálagt almenningssamgöngum, verið að stuðla að breyttum ferðavenjum, aðgengi að skipti aðstöðu, allar að koma á hjóli, svo verið að skoða vatnið, byggingarefni, það núna það krafa, hún ekki mandatóri, en að sé farið í ákveðna vistferilsgreiningu eða lífsferilsgreiningu á byggingunum, þannig að við erum að velja vistvænni eða kannski svona, umhverfisvænni byggingarefni. Svo úrgangur, landnotkun, mengun og síðan nýsköpun, og nýsköpun kemur í, erum við að gera eitthvað nýtt, erum við að gera eitthvað sem hefur ekki verið gert áður. Þannig að þetta var svona stutt lífsferilsgreiningar, svo umhverfisvottanir fyrir ekki, en núna langar við aðeins að ræða lífsferilsgreiningar. Þá við að meta umhverfisáhrif eins og til dæmis kolefnislosun frá öllum lífferilinum. Þannig að við getum í raun og veru notað þessar lífsferilsgreiningar til þess að meta eða auðkenna svæði í okkar hönnun eða í okkar byggingu, þar sem við erum að sjá rosalega eða kannski bara sjá tækifæri til þess að draga úr kolefnislosun eða draga úr öðrum umhverfisáhrifum. Þetta svona ákveðið tækjatól til þess að reyna að gera betur. Og bara mjög stutt dæmi lífsferilsgreiningar. Við höfum, í raun og höfum við svona output úr lífsferilsgreiningu, hefðbundin hönnun. Ég auðkenni í raun og stærstu svæðin, þar sé ég það sem ég hef í raun og mestu losun á kolefni
og svo svona næstmestu, þetta eru þessi gólfplötur, súlur, bitar, berandi útveggir, útveggjaklæðning, þak og þakklæðning og þá get ég farið inn og kannski reynt að finna aðrar aðferðir eða önnur byggingarefni sem geta kannski dregið úr þessari kolefnislosun. Og hérna hreinlega skipti ég út, mér minnir þetta hafi verið steypt burðarverki í CLT-timbur, en þetta alls ekki fullkomin vistfræðiskreining, en þetta sýnir hvernig við getum notað vistfræðiskreiningar til þess að draga úr kolefnislosun mannvirkja. Og þá það sem mig langar svona að staldra aðeins við og tala aðeins það þessi hringrásarhugsun. Ég held að hún á eftir að breyta hvernig við hönnum og hvernig við byggjum og hvernig við rífum niður hús. Og hérna sé ég alveg ofboðslega mikil tækifæri fyrir byggingariðnaðinn. Eins og staðan núna þá fylgir byggingariðnaðinn svona línulegu hagkerfi. Við tökum, við búum til og svo förgum við. Og þannig að við tökum, þetta svona cirka þriðjungur af hráefna og auðlindanýtingu eða 40% ef við horfum á tölurnar upprunalega. Tæplega 40% af kolefnislosun þegar við erum að búa til byggingarnar okkar og svo ef við 40% af úrgangsmyndun er frá síðan þegar við erum að rífa niður eða breyta eða reyna að fara að gera eitthvað öðruvísi. Þannig að þetta alveg ofboðslega, auðlinda og úrgangsfrekt frekur iðnaður. Þannig að okkur langar að fara að horfa á byggingariðnaðinn, fara úr þessum línuleika og sveigja þetta í þetta hringlaga kerfi, þetta hringrásarkerfi. Þannig að okkur langar að sjá, að við sjáum sérvalið niðurrif í staðinn fyrir bara hreinlegt niðurrif og að við sjáum endurnotkun, endurvinnslu og endurnýtingu koma inn í lífsferilinn okkar. Og vonandi þegar við förum að vinna í þessum hringrásar hugsunarhætti, þá sjáum við þessi öflun hráefna og förgun svona fara að hverfa úr hringrásun okkar eða úr lífferilnum okkar. Hringrásarhagkerfi er hagkerfi, þar sem leitast við að koma í veg fyrir úr auðlindir verði að úrgangi með áherslum sem tryggja að hægt sé að viðhalda verðmætum auðlinda eins lengi og mögulegt er. Og ég held að þetta alveg rosalega mikilvægur punktur. Við viljum halda virði efna. Við viljum í raun og veru ekki downcycle, við viljum tryggja að plast sem var búið til sem plast haldi virði sínu sem plast. Við viljum að steypa sem er búin til sem steypa haldi virðinu sínu sem steypa. Við viljum reyna að tryggja að við erum ekki að lækka virði byggingarefnanna okkar. Þannig að þetta snýst að reyna að hætta að taka og í raun og henda og reyna að finna einhvern farveg fyrir þessi byggingarefni. Og reyna að koma þessum hringrásar hugsunarhætti inn í þá vinnu sem við erum að vinna sem hönnuðir og sem ráðgjafar innan byggingariðnaðarins. Þannig að hringrásarhagkerfi í mannvirkjahönnun, við erum að tala sérvalið niðurrif og endurnotkun, efnisbankar og hanna til að taka í sundur. Þetta svona fyrir mér þetta svona þrjú megin atriði. Það má nú alveg teygja þetta aðeins en þetta ég veit ég hef ekki endalausan tíma en þannig ég ætla aðeins bara að fara í gegnum fyrir okkur hvað sérvalið niðurrif, endurnotkun, efnisbankar og svo þetta hanna til að taka í sundur. Sérvalið niðurrif, þá erum við bara að tala það að bygging tekin í sundur á kerfisbundinn hátt. Þannig að allur búnaður, innréttingar, klæðningar, gluggar, hurðir, spillefni og önnur byggingarefni, þau eru fjarlægð og þau eru flokkuð. Og eftir stendur í raun og veru byggingarefnið, burðarvirkið fyrirgefið. Og það er annaðhvort rifið eða það er endurnýtt eða endurnotað. Og það er þetta sem við viljum kannski reyna að stuðla að sem mest af burðarvirkinu okkar er endurnotað eða endurnýtt. Þannig við langar aðeins svona byggingarúrgang. Efla vann alveg ofboðslega góða skýrslu á kortlagningu á byggingarúrgangi árið 2019 og þá kom í ljós að þekking á byggingarúrgangi á Íslandi er mjög takmarkaður. Og við í raun og veru vitum lítið byggingarúrgang þannig og við vitum lítið magnið byggingarúrgangin. Þannig í skýrslunni var magn úrgangs áætlað fyrir nýbyggingar, endurbætur og niðurrif. Og við þessa áætlun þá var fundið að mestur úrgangurinn verður til við niðurrif bygginga.
Okay? Þannig að spurningin fyrir raun að vera, hvernig getum við lágmarka myndun byggingarúrgangs við niðurrif? Það eru svona spurningin sem við erum að reyna að svara. Og svona svar mitt að einhverju leyti eru þá endurnotkunar áætlanir. Þannig ég í raun að vera sé fram á að maður á að framkvæma endurnotkunar áætlanir bæði á byggingum sem á að rífa, bara núna, og byggingum sem kannski stendur til með að rífa á næstu 5 til 10 árum eða bygging sem þú sérð að notkunin muni kannski breytast á 5 til 10 árum. Það er hægt að framkvæma þessar endurnotkunar áætlanir. Þannig að við getum framkvæmt endurnotkunar áætlana á eignasafni í raun og veru bara hjá fasteigna eigendum. Og hvað er endurnotkunar áætlun? Þetta er í úttekt á mannvirkjum þar sem við erum í raun og veru bara áætla magn og ástand byggingarefna. Okay? Og þetta, þú veist, það eru svona, hvað segir maður, það eru 3 ástæður fyrir þessu. Við erum að meta möguleika á uppgerð eða endurnotkun húsnæðis. Okay? Það er alltaf umhverfisvænast að byggja ekki neitt nýtt, reyna að endurnota það sem við eigum. Okay? Þannig að við metum möguleikan, er hægt að endurnota þetta hús aftur. Ef ekki, getum við þá einhvern veginn hámarkað þá endurheimt byggingarefna frá niðurrifi til síðari notkunar. Okay? Og svo ef það er ekki hægt að endurnota þessi byggingarefni, er þá hægt að endurvinna þau. Getum við búið til eitthvað annað úr þessu ef við getum ekki notað þetta sem byggingarefni. Okay? Framkvæmd á þessum niðurrifsúttektum eða endurnotkunarúttektum er forkrafa í BREEAM, þannig að fara í gegnum þetta ferli veitir stig í BREEAM stigakerfinu. Þannig ef að framkvæmdin er að fara í BREEAM-vottun, þá er þetta góð leið að stuðla bæði að hringrásarhagkerfinu og í raun og veru tryggja að þú ert að lágmarka umhverfisáhrif með að fara í gegnum umhverfisvottun. Endurnotkunar áætlun, þetta er í raun og veru, þetta er svona 4 skrefa prósessa, það er forvinna, svo er vettvangsferð, magntaka, úrvinnsla og skýrslugerð. Þannig við forvinnuna, þá erum við í raun og veru að skoða teikningar, hvernig er byggingin, hvernig eru byggingateikningarnar, er eitthvað magn, eitthvað svoleiðis. Svo förum við inn í bygginguna í vettvangsferð og skoðum hreinlega hvernig allt er þetta standast, passar þetta, er þetta innra skipulag sem var á teikningunum, er þetta rétt? Þar erum við líka í raun og veru að meta ástand byggingarefna og skoða, hvað er hægt að endurnota, hvernig getum við síðan endurnota þetta, við erum svona að pæla í þessu, við erum að taka myndir og svo fáum við til okkar í raun og veru ákveðna magntöku eftir þessa vettvangsferð, þá skráum við magn á öllum byggingarefnunum, ég veit að það er mjög erfitt að sjá þetta hér, en þetta er í raun og veru þessi magntaka. Og svo förum við á okkar þverfaglega á okkar svið og spyrjum bara hjá tæknikerfum, þau sem er að lagna á loftræstikerfi og rafkerfin, hvað er hægt að endurnýta, hvað getum við endurnota og hvernig getum við endurnota þetta. Þannig að þetta er rosalega svona, hvað segir maður, þverfagleg vinna. Og svo er náttúrulega ákveðin úrvinnsla og skýrslugerð þar sem við erum í raun og veru að setja fram hvað okkar ráðleggingar eru við þetta tiltekna hús. Og er líka hægt að reikna í raun og veru kolefnisspor, þannig að við getum skoðað innbyggt kolefnisspor, það er hægt að setja kolefnis svona verð eða gildi á byggingarefnin, hvað ert að spara með því að endurnota. Þannig að þetta er alveg óbúðslega áhugaverð vinna og skemmtilega og góð leið í raun og veru fyrir fasteignaeigendur til að sjá hvað er eiga af byggingarefnum. Skemmtilegt dæmi, þetta er 2003 held ég, þetta er bygging nálægt Berlín og ef þið þekkið félagshúsnæðin í Þýskalandi, þetta eru svona Plattenbau byggingar, plötubyggingar og voru bara plötur hreinlega endurnotaðar í einbýlishús. Þannig að það voru bara skornar úr húsunum og endurnotaðar og það var 30% lægri kostnaður var sagt við þetta því að oft talað hvað er erfitt og stundum dýrt að endurnota byggingarefni. Þannig að þau eru til alls konar lausnir og dæmi erlendis að er verið að gera þetta. Þannig við erum í raun og veru að segja að við viljum horfa á núverandi byggingar sem efnisbankar, að við séum að geyma byggingarefnin okkar í byggingunum okkar. Við erum að geyma byggingarefni í núverandi húsum, við erum að geyma það í nýjum húsum. Og framtíðin sé ég fyrir mér þá yrði einhvern veginn svona, við erum bara farin að kortleggja Reykjavík eða hvaða bæjarfélag sem er, þar sem við sjáum hvar við eigum hvar af byggingarefnum og þá er bara hægt að ganga að þessum efnisbönkum og ná í þessi byggingarefni og endurnota þau aftur. Þannig að þetta er svona, framtíðarsýn, útópían. Þannig þetta var í raun og veru núverandi byggingar, nýjar byggingar, þá þarf einhvern veginn að endurskoða þær. Við þurfum að hanna þær bara til þess að taka þær í sundur.
Þannig ég sé fyrir mér að nýbyggingar eru hreinlega hannaðar til þess að taka þær í sundur. Við erum að skoða hvað þetta þýðir með jarðskjálftakröfur, hvað þýðir þetta með þetta slagregn sem við búum við á Íslandi, hvernig þurfum við að endurhugsa tengingar í raun og veru til þess að ná fram þessum hanna til að taka í sundur eiginleika. Og það sem hanna til að taka í sundur gefur okkur er sveigjanleiki. Sveigjanleiki til að breyta húsnæði, sveigjanleiki til þess kannski að fá eitthvað meira úr byggingunum okkar en við kannski upprunalega lögðum upp með. Og það er þetta sem stuðlar að sjálfbærni. Þú færir sveigjanleika til þess í raun og veru að breyta húsnæðinu og nota það, lengja líftímann. Og það er mjög skemmtilegt dæmi í Danmörku sem heitir Circle House og ég skal ekki fara út í það. En ég mæli með að þið kíkja á það að þið hafið áhuga á þessu eins og ég. Já, en þegar við erum að tala um þessar hringrásarhugsun, þá erum við í raun og veru að tökum við kolefnisspor mannvirkja. Við hendum út þessu öflun og meðallir hráefna og niðurrif og þarna erum við komið með endurnota og taka í sundur. Og þetta, hefur alveg rosaleg áhrif á kolefnissporið og á umhverfisáhrifin frá byggingariðnaðinum okkar. Já, og áhrifin er í raun og veru þessi, þetta er sem sagt grafík frá The Ellen MacArthur Foundation sem er helsti fræðsluvettvangur fyrir hringrásarhagkerfið í heiminum og þeir gáfu út skýrslu 2020 að mig minnir og þar sem þeir eru að skoða byggingariðnaðinn og þau vilja meina með sínum rannsóknum að með því að innleiða hringrásarhagkerfið inn í byggingariðnaðinn þá getum við séð fram á lækkunum kolefnissporum næstu 40%. Þannig að sýnir okkur raun og veru hversu ofboðslega miklu máli þessi hringrásarhugsun skiptir þegar við förum að lágmarka sóun, lágmarka úrgang, takmarka hvað við erum að taka, hvað þetta hefur mikil áhrif á þessu sjálfbæra þróun. Þannig ég ætla bara að enda á Lego framtíðarsýninni minni að við bara endum í einhvers konar kubba heimi þar sem við getum bara hreinlega tekið byggingarnar okkar í sundur og púslaðum upp einhvers staðar annars staðar og þannig erum við í raun og veru að tryggja sjálfbærni komandi kynslóðar og við erum í raun og veru líka bara að tryggja það að við erum hluti af lausninni. Að byggingariðnaðurinn er að fara að verða, alveg bara hluti af þessum lausnum innan þessum loftslagsvanda sem við erum bara að glíma við. Takk fyrir. Ég heiti Freyr Eyjólfsson og ég er samskiptastjóri hjá Terra. Kjörorð okkar hér er skiljum ekkert eftir sem er þýðing á hugtakinu Zero Waste sem er bara beinlínis hringrásarhagkerfið að nýta allt sem við höfum. Þetta er mikil áskorun í byggingariðnaðinum í dag að nýta ruslið okkar. Við lítum ekki á rusl heldur sem verðmæti. Þetta eru dýrmæt endurvinnsluefni og það eru mikil tímamót og það eru miklar krossgötur í gangi. Við þurfum að breyta hegðun okkar. Í því felast mikil tækifæri. Það er ekki bara grænni leiðir, heldur líka vænni leiðir. Það eru hagkvæmari leiðir að fara þessa leið. Ég ætla að fjalla um það á eftir. Komið sæl og takk fyrir þetta tækifæri að koma hingað og fá að ræða við ykkur sjálfbærni byggingariðnaði. Ég vil nú þakka fyrir þessa fyrirlestraröð og þessa þætti. Ég hef orðið þeirra gæfu aðnjótandi að fylgjast með þessu og fræðast ýmislegt og ég vil þakka Sigríði fyrir þetta fróðlega erindi sem hún var með hérna áðan. Ég ætla að halda áfram að tala hringrásarhagkerfið og hvernig fyrirtæki mitt sem ég starfa hjá, Terra, hefur komið að því. Við skilgreinum okkur hjá Terra sem hringrásarfyrirtæki og við erum stöðugt að fjalla hringrásarhagkerfið og ýta á að það verði innleitt á Íslandi og vinna með vinum okkar, viðskiptavinum okkar, að taka upp þetta kerfi og taka upp þessa hugsun. Ég ætla líka aðeins að fjalla hvernig við höfum verið að vinna með byggingafyrirtækjum og verktökum og fasteignafélögum
Og í sambandi við hringrásarhagkerfið þá gengur hringrásarhagkerfið svo mikið út á samvinnu og það mjög gaman að segja frá því hvernig við hjá Terra höfum verið að vinna með byggingaverktökum og verið með í framkvæmdum og hvernig svona þegar fólk kemur saman, tala saman og skiptist á hugmyndum, hvernig það verður til einhver merkileg og mikil dýnamík og hringrásarhagkerfið gengur allt út á samvinnu og byggingafyrirtæki sem við höfum verið að vinna með, þau hafa runni knúið okkur áfram til að breyta okkur og taka upp nýjar stafrænar breytingar og nýja starfsaðferðir og ég vona að við séum að gera slíkt til saman. En ég heiti Freyr og ég starfa sem samskiptastjóri hjá Terra og Terra umhverfisþjónusta og þetta gamalt fyrirtæki sem var stofnað 1984, hét þá Gáma-þjónustan og þetta því fyrirtæki sem hefur starfað á íslenskum markaði í hartnær 4 áratugi og ég leyfi mér að segja að þetta fyrirtæki hafi haft mjög svona mikilvæg og góð áhrif á íslenskt samfélag vegna þess að fyrir svona 40 árum síðan þá var nú ekki mikið flokkun og endurvinnslu á Íslandi en mér finnst þessi saga þessa fyrirtækis ganga út á svona nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi. Þetta er merkilegt fólk sem hefur hugsað svolítið hlutina upp á nýtt og ýtt á breytingar í samfélaginu. Og við fórum í gegnum nafnabreytingu fyrir 2 árum síðan. Svona umfang og starfsemi fyrirtækisins hefur breyst mjög mikið á undanförnum árum. Þannig að það þótti tími til að breyta aðeins nafn og við breytum nafn og heitum núna Terra. Og Terra latneskt heiti, jarðgyðjunnar og eitt af nöfnum jarðarinnar og okkar starf snýr að bættri umgengni við hana. Þannig að Terra hefur metnað fyrir því að skilja ekkert eftir og við viljum hvetja auðvelda Íslendingu til að takast á við þá áskorun og þið hafið eflaust séð þetta slagorð okkar sem svona kjarni starfsemin okkar, skiljum ekkert eftir. Þið hafið eflaust séð þetta víða. Þetta okkar þýðing á hugtakinu Zero Waste og lýsir ágætlega svona markmiðum okkar í flokkun og endurvinnslu. Skiljum ekkert eftir, þetta þýðir í raun og veru að við ætlum að reyna að nýta allt. Við ætlum ekki að henda neinu. Við lítum ekki á þetta sem rusl, við lítum á þetta sem endurvinnsluefni og þess vegna svo brýnt að flokka vel og flokka vel á upprunastaða og allir taki þátt í þessu. Þetta ein risastór samvinna og þá getum við minnkað sorpið og ruslið og endurunnið allt og það í raun og veru kjarnahugsunin í þessu hringrásarhagkerfi sem Sigríður var að tala hérna áðan og ég ætla að halda áfram að tala Og við viljum að flokkun sé einföld og sjálfsögð og við viljum hvetja til minnotkunar á umbúðum og efnum sem þarfnast sérstakrar meðhöndlunar. Ég hef oft talað það að flokkun og endurvinnsla, þetta finnst mörgum dálítið svona tímafrekt og þetta tekur pláss og maður þarf svolítið svona að hafa fyrir því að koma sér inn í þetta og fara á stað. En mér finnst það persónulega jafn mikilvægt og jafn bara mikilvægur hluti af lífinu að flokka eins og bara að baða sig og busta sér tennurnar. Það hefur einhvern tímann þótt tími og fyrirhöfn fyrir einhverjum 100 árum síðan að fara að baða sig og þrífa sig og busta sér tennurnar, en það bara sjálfsagður hluti í dag. Og flokkun og endurvinnsla á að vera slíkt saman. Þannig að þetta slagorð okkar, skiljum ekkert eftir. Við störfum út allt land, þetta stórt fyrirtæki, 300 manns á 9 starfsstöðum og við sinnum alhliða umhverfisþjónustu fyrir nokkur þúsund fyrirtæki og 10.000 heimili landið allt. Og eins og ég sagði, flokkun og endurvinnsla, þetta ein risastór samvinna og gengur þetta það að vinna með fólki, fyrirtæki, sveitarfélögum og bara landinu öllu og Sigríður var að tala hérna áðan loftslagsmarkmiðin og aðgerðaráætlunina hérna á Íslandi, Parísarsáttmálann og allt það og nú erum við Íslendingar með aðgerðaráætlun í gangi næstu 10 ár og ég líti á þetta svolítið sem bara landsleik. Þetta stærsti og mikilvægasti landsleikur allra tíma og við erum öll í þessum landsleik og við ætlum öll að skora mörk og það bara spurningin, hvað ætlað þú að gera í þessum landsleik, hvað ætlað þú að skora mörk
Og hvar ætlar þú að vera í vörn eða sókn? Hvaða mótvægisaðgerðir ætlar þú að koma með? Þú sem einstaklingur, þú og þitt fyrirtæki, þín gata, þín skóli, þitt sveitarfélag. Þannig að, en nú það byggingariðnaðurinn og við getum öll haft okkar skoðun á hamfarahlýnun, hvort hún sé að mannavöldum eða ekki, það skiptir engu máli. Við verðum bara öll að vera á þessum vagni og sérstaklega ef þú ert að reka fyrirtæki, þá verður þú að vera á þessum vagni vegna þess að ef þú ert ekki með, þá bara færð ekki lán, þú færð ekki fjárfestingar, þú vinnur ekki útboðin, þú verður að vera með græna tölur, þú verður að vera með umhverfisvottanir og þú verður að fylgja þessari stefnu. Það allt regluverkið að breytast, allur markaðurinn að breytast, þannig að við verðum öll að vera með ef við ætlum að lifa af. Þetta svolítið svona eins og Nobelskáldi Bob Dylan sagði, you better start swimming or you sink like a stone. Það eru mikla breytingar núna í gangi í öllum heiminum og við höfum sannarlega upplifað mikið breytinga ár og COVID hefur verið mikil áskorun fyrir okkur Íslendinga á heiminn allan og það það eykur pínulítið bjartsýni manns að sjá hvað hefur gerst í sambandi við COVID. Við höfum til dæmis séð vísindamenn þróa nýtt bóluefni á undraskömmum tíma, mögnuð viðbrögð við þessum heimsfaraldri og þessum vírus og mér finnst magnað að sjá viðbrögð okkar Íslendinga, hvernig allir hafa staðið saman, unnið saman og ég held að COVID-kreppan sé svona generalpröfa fyrir umhverfiskreppuna. Við erum að fara í, ég veit ekki erfið ár en það allavega mjög krefjandi tímar framundan og mikil áskorun og svona miklar, stórar, óvæntar breytingar eru bara orðnar hið venju bundna ástand og næstu ár verða bara tími breytinga í byggingaiðnaði. Byggingaiðnaðurinn hefur kannski verið bara dálítið stöðugur en nú mikið að breytast og það hefur mikið breyst frá því ég var að vinna í byggingavinnu sem unglingur og þörfin á bættum og vel skilgreindum áherslum í sjálfbærni, endurvinnslu, endurnýtingu, nýsköpun, rannsókn og þróun orðin mikil. Og það eru mikla breytingar í úrgangsmálum. Þannig að urðun að heyra sögunni til og það að koma urðunarskattur, það meiri áhersla á sjálfbærni, hringrásarhagkerfi, endurnýtingu, endurvinnslu og þeir sem draga lappirnar munu finna fyrir því. Þannig að þeir sem ekki dansa með og eru ekki með græna stefnu, þeir bara fá ekki útboðin, þeir fá ekki lán, þeir fá ekki verkefni. Þannig að við þurfum að bara vera tilbúin í þennan dans að það eru stöðuga breytingar í öllu saman. Og svo náttúrulega stafræni heimurinn og róbótarnir og allt það. Þannig að svona brjálað ár eins og síðasta ár, þetta COVID-ár, ég held að öll næstu ár verði dálítið þannig. Nú ætla ég að tala aðeins hringrásarhagkerfi. Samkvæmt nýjustu úrgangstölum frá Umhverfisstofnun sem eru frá 2018, þá var heildar úrgangur okkar Íslendinga 560.000 tonn ef tekin frá óvirkur úrgangur frá mannvirkjagerð. 60% hans fer í dag í endurvinnslu og endurnýtingu og 40% urðaður eða fer í aðra förgun. Og það eru mismunandi verð fyrir urðun eftir því hvar á landinu og eftir úrgangstegund en við hjá Terra, við leyfum okkur að áætla að allur kostnaður, kostnaðurinn, svona ef við spáum aðeins fram í tíman. Nú verið að loka, sem sagt, urðun í Álfsnesi, það verið að fara aðra leiðir. Við erum að senda þetta efni úr landi, þannig að það má áætla að kostnaðurinn á næstu árum, ef við ætlum að fylgja óbreyttri stefnu, sé 6,5 milljarðar á ári. Það að segja þetta efni sem við notum hreinlega ekki, getum ekki endurunnið, þetta efni sem við þurfum að senda úr landi í brennslu. Þetta 6,5 milljarðar, þetta há tala. Þetta kostnaður sem að fellur fyrst og fremst á atvinnulífið og skattgreiðendur án þess að skilja mikið eftir sig. Þetta kostnaðurinn, einn kostnaðurinn við hið svo kallaða línulega hagkerfi, þar sem við bara framleiðum, notum, hendum og kaupum upp á nýtt. Þetta kostnaðurinn við það. Þannig að við verðum það er farið að vera dýrar og dýrar að henda og íslensk fyrirtæki og byggingariðnaður verður að fara að fylgjast vel með þessu og fara að gera ráðstafanir. Það mjög dýrt
að vera skussi og flokka ekki. Og ég held að sé svona kall tíma sem fara að bregðast við þessum kostnaði og nýta fjármagnið aðeins betur og byggja upp innviði fyrir hringrásarhagkerfi. Og hringrásarhagkerfi framtíðin. Þetta stóra lausnin að mínu mati í hamfarahlýnunni og þetta ekki bara lykillinn til að bregðast við hamfarahlýnun heldur þetta miklu hagkvæmara kerfið. Það kallar á ný viðskiptalíkön sem byggja á meiri samnýtingu, kaupleigu, kallar á það að vöruhönnun miðist við betri endingu og nýtingu og þetta kallar á nýjar græna leiðir, stafrænar leiðir. Þetta eru leiðirnar út úr kórónukreppunni og þetta verður leiðin út úr umhverfiskreppunni. Og byggingariðnaðurinn eins og Sigríður talar hérna áðan hérna auðlindafrekur og við verðum að fara að hlífa auðlindum, hámarka verðmætin og auka endurnotkun og endurvinnslu. Og úrgangur nefnilega ekki bara úrgangur. Úrgangur fyrst og fremst vara sem okkur hefur mistekist að nýta nógu vel. Og mest af þessari vöru keyptum við fyrir peninga sem við fengum í skiptum fyrir vinnu eða í raun og veru skiptum fyrir tíma. Og við hjá Terra við viljum nýta betur úrganginn, koma mikilvægum efnum aftur inn í íslenska hringrás og vinnum því stöðugt að því að hvetja fólk og fyrirtæki til þess að flokka betur. Og ég held að Íslendingar hafi alla burði til að vera fyrirmynda ríki í hringrásarhagkerfi. Hringrásarhagkerfismódelinu og hérna við sjáum til dæmis núna að Finnar að innleiða þetta kerfi með miklum látum, Ástralir sömuleiðis. Þeir að innleiða hringrásarkerfið bara með miklu átaki enda þeir Ástralir farnir að finna fyrir hamfarahlýnun heldur betur, það eru miklu skógareldar og þess vegna þeir að innleiða þetta kerfi. Við hjá Terra við lítum á okkur sem hringrásarfyrirtæki og það gaman og spennandi að vinna með byggingafyrirtækjum, fasteignafélögum og öðrum fyrirtækjum í byggingariðnaði. Þau hafa knúið okkur áfram og við að vinna saman með þeim. Við sjáum hérna þennan hring hér á þessari mynd að það koma hráefni inn til landsins, við vinnum hráefni hér, þau eru hönnuð, við þurfum að hanna þið þannig eins og Sigríður talaði þetta á að það sé hægt að endurvinna þau, við þurfum að hanna húsin okkar þannig að það sé alltaf hægt að endurvinna þau, taka þau niður, byggja þau upp á nýtt og þannig þurfum við að framleiða þau að þetta sé alltaf megin hugsunin, það þarf að hugsa þannig varðandi dreifingu og neyslu. Við hjá Terra komum hérna inn þar sem bláu pílurnar eru varðandi söfnun og endurvinnslu og við viljum ekki sjá þessa rauðu pílu að efnin fari úr hringnum. Við viljum halda öllum þessum efnum inn í hringnum og það eru öll þessi stóru efni í byggingarinni. Það timbur og það getur verið plast, það getur verið málmar og hvaðina. Og þetta svona stóra verkefnið okkar núna næstu árum. Að til að mynda þegar við erum að rífa hús, hvernig getum við nýtt bárujárnið, hvernig getum við nýtt steypuna, hvernig getum við nýtt járnið, hvernig getum við nýtt, þegar við erum að grafa grunninn, hvernig getum við nýtt þetta allt saman. Einhver nálægt okkur sem getur nýtt þetta? Við erum þá þegar komin af stað með þetta víða og við erum að breyta úrgangi í auðlind og við erum að vinna við hjá Terra með öðrum fyrirtækjum og háskólanum og sprotafyrirtækjum og mér langar að sýna ykkur smá myndband þar sem Terra efnaeyðing sem svona undirfyrirtæki hjá okkur sem sér meðhöndlun spilliefna og hefur hvað mesta reynslu á Íslandi í þeim efnum, gríðarlega merkilegt fólk sem þar vinnur og fólkið hjá Terra efnaeyðingu að safna núna matarolju sem mjög brýnt að safna og setja ekki bara stjórtaði í klósettið vegna þess að þetta getur eyðilagt veiturnar okkar og mengað og spilt. Í staðinn fyrir að gera það, þá söfnum við þessari matarolju hjá Terra og við hreinsum hana og við nýtum hana sjálf og mér langar að sýna ykkur þetta myndband sem svona örlítið dæmi eitt af okkar hringrásarverkefnum. Já, það sem við gerum að við förum reglulega á veitingastaði
og sækjum olíuna. Henni er safnað í brúsana yfirleitt sem að hún kemur upphaflega í. Síðan er hún flutt til samstarfsaðila okkar, Ýmis Technologies, sem að tekur þetta hráefni til endurvinnslu og býr til úr henni lífdísil. Alla jafna þá hlöðum við tankinn bara með því efni sem við erum frá umbreyta. Svo er því pumpað yfir í hvarfakút sem er flottastur á innan, mikið af hrærum og því að trikkið er að geta blandað þetta vel. Þar er þetta blandað við alkohól sem í þessu tilfelli er metanól og þar er því hvarfað við hvötum yfir í það sem eru kallað esterarnir og við þekkjum alveg sem lífdísil. Svo er þetta þvegið, skilið að og úr því er þá tekinn lífdísilinn sjálfur og við eimum hann til þess að vera alveg vissum að vera með alveg full gæði á vörunni. Og þessi lífdísil sem við erum að framleiða hérna, hann uppfyllir bara þau skilyrði sem að sett eru á lífdísil alþjóðlega til að geta verið seldur á alþjóðamarkaði. Þetta lofar allt mjög góðu. Man fann alltaf áður svona sótlykt frá dísilolíunni. Það er eiginlega hverfandi í dag, þannig að það virðist vera miklu betri bruni þó að sé ekki nema 10% lífdísil í olíunni. Þannig að við reiknum alveg fastlega með því að við munum auka þetta hlutfall þegar fram í sæki. Auk þess sem að þetta virkar náttúrulega mjög vel á tækjunum, þá er þetta náttúrulega mjög jákvætt að geta safnað sem sagt olíu sem er síðan send og unnið er úr henni lífdísil sem við síðan brennum. Þannig að þetta er svona hringrás. Já, mér langaði til að sýna ykkur þetta myndband svona, eitt af hringrásarverkefnum sem er í gangi hjá okkur, hjá Terra. Og við erum sömuleiðis að jarðgera lífrænan úrgang, búið til moltu, koma moltunni síðan í landgræðslu og skógrækt sem er gríðarlega mikið loftslagsmál. Það er annað svona hringrásarverkefni. En þið sjáu til dæmis að þessu að þetta hringrásarverkefni varðandi matorlju byggir allt á samvinnu. Þannig erum við að vinna með þessu frábæra sprotafyrirtæki Ýmis Technologies sem er fólk úr háskólanum eins og Oddur Ingólfsson. Þetta er atvinnulífið að vinna saman með nýsköpunarfyrirtæki, þarna kemur háskólinn inn, þarna kemur ólísinn, þannig að það verður til ótrúlega svona merkileg og svona mögnuð dýnamík með þessari samvinnu og mér finnst hringrásarhagkerfið ganga allt út af samvinnu og við þurfum eiginlega að sjá sambærilegt gerast í byggingariðnaði varðandi timbur, málma, plast, steinull og það er ansi margt í gangi. Það eru ótrúlega margar hugmyndir, mörg nýsköpunarfyrirtæki, þetta unga frábæra fólk sem er í háskólanum núna. Það er allt vaðandi í hugmyndum. Við þurfum bara að drífa okkur áfram. Samtalið er hafið og það er vilji í fólki. Nú þurfum við bara að svona fara að gera hlutina, bretta upp ermarnar og gera hlutina. Það er svo auðvelt að tala um þetta, það er oft erfiðara að gera en ég held að við séum tilbúin. Og þetta er brýnt mál. Hringrásarhagkerfið er ekki bara umhverfisvarnarkerfi, heldur er það líka hagkvæmarakerfi. Það er hagkvæmara að henda ekki frá sér verðmætum, það er augljóst mál. En við hjá Terra við fórum í ganum daginn að reikna út að innleiðing á hringrásarhagkerfi gæti skapað ný störf. Og svona okkar útreikningur er þannig að hringrásarhagkerfi gæti skapað 3.360 ný störf fyrir árið 2050. Í stað þess bara að halda sig við þetta línulega hagkerfi þá búum við til störf með hringrásarhagkerfinu. Þannig að það er svona, þetta reikningsmódel er unnið út frá hollenskri aðferð sem er viðurkennd hjá Evrópusambandinu að 6 eða fleiri störf á 1000 tonn sem eru endurunnir. Og miðað við það, þá þýðir þetta 3.360 störf og þetta eru störf sem að verða til sérstaklega í hönnun. Það þarf að hanna hlutin upp á nýtt, það þarf að hanna húsin upp á nýtt, það þarf að hanna ferlina þessu upp á nýtt með
endurvinnslu og endurnýtingu í huga, hugsa aðeins hlutir upp á nýtt, þetta kallar á ný störf, sömuleiðis þarf að innleiða nýjar stafrænar lausnir til að auðvelda endurvinnslu, endurnýtingu, þannig að þar verða ný störf sömuleiðis til og svo þurfum við bara að fara að hugsa dálítið svona eins og afi gamli að laga hlutina og við höfum dálítið verið í því núna að bara þegar þvottavélin bilar þá kaupum við nýja og það hefur bara verið ódýrara að kaupa nýja í Elko heldur en að laga þvottavélina. Við þurfum að breyta þessu og fara búa bara til betri hluti, betri hús sem endast betur að það sé hægt að laga. Og eins og ég sagði þannig þá er þetta hollenska rannsókn sem var unnin í samstarfi við Evrópusambandið, það er svona að útlista hvaða störf verða til í hringrásarhagkerfi og við gerum breytingar á hlutum sem þegar eru til, þetta eru 40% af öllum þessum störfum og endur hugsa viðskiptamódelin og fara að innleiða deilikerfi í stað þess að leigja og í stað að selja til dæmis og nýta tæknina og þróa nýja hluti sem tengir flutningsaðila, seljendur, kaupendur eða leigjendur saman og þetta náttúrulega einhver svona hugsun sem við þurfum að innleiða í byggingariðnaði að við þurfum ekki alltaf að kaupa alla græjurnar, við getum notað ýmislegt saman og við erum alltaf að færast nær þessum veruleika að hanna betur, flokka betur og við hjá Terra við fjárfestum nýverið á síðasta ári í sjálfvirkri flokkunarvél sem við kallum fróðaflokkara. Hann býður upp á margfaldaða flokkunargetu, þetta er fullkomnasta flokkunarvél á Norðurlöndum og nú erum við til dæmis farin að flokka 70 plast, við erum farin að flokka miklu betur en við höfum áður geta gert og þetta er í rauninni algjörlega nýr veruleiki á Íslandi. Nú erum við bara með frábær endurvinnsluefni hjá Terra, vel flokkuð og þetta er í rauninni bara ákall til atvinnulífsins, eigum ekki að gera eitthvað við þessi efni, allt þetta timbur, allt þetta plast, allan þennan pappa í stað þess að flytja út úr landi. Og við þurfum eiginlega að fara að stíga ný og stór skref í íslenskri endurvinnslu og við erum að hefja það og erum komin ágætisleið í það, varðandi til dæmis timburendurvinnslu, málmendurvinnslu og nú þurfum við bara að stíga þessi skref, við erum svona að stíga fyrstu skrefin varðandi plastendurvinnslu, þannig að þessi nýja tækni, þessi fjórða innbylting í flokkun og endurvinnslu sem við erum að innleiða hjá Terra, hún er að breyta og við þurfum að halda áfram að þeirri braut. Þetta eru svona helstu auðlindir sem við sækjum á flokkum og endurvinnum hjá Terra, það er pappinn, timbrið, plastið, það er lífrænt, pappír, hjólbarðar, málmar, raftæki og rafhlöður og spilliefni og þetta erum við farin að geta flokka margfalt betur, þannig að nú kalla ég bara til ykkar, þeir sem eru í atvinnulífinu, háskólanum, við þurfum að vinna saman. Og við hjá Terra hefum verið að innleiða mjög svona mikilvægar og brýnar stafrænar lausnir til þess að fylgjast með öllum tölum. Allar mælingar eru gríðarlega mikilvægar í þessu samhengi og sömuleiðis öll flotastýring að lágmarka kolefnisspor. Við erum að framkvæma yfir 1100 aðgerðir á dag og þetta er allt staðfest í spjaldtölvur. Allt gengur þetta út á að safna gögnum til þess að geta mælt og þannig er hægt að setja sér markmið og ná betri árangri. Og úrgangur er lúxusefni framtíðarinnar. Við þurfum að fara að byggja, hanna, smíða og nota þessi endurvinnsluefni, nota úrganginn og við sjáum til dæmis hér danska hönnunarfyrirtæki Mater, það er að framleiða viðarhúsgögn úr FSC-vottuðum viði. Þau eru að nota endurvinna efni sem eru efni eins og brætt fiskinett, gamalt timbur og úrgangur frá iðnaðarfyrirtækjum og við verðum að fara að innleiða þessa hugsun á Íslandi. Og svona lokum þá langar mig að segja ykkur frá samstarfi okkar með Eikt. Við erum að fara núna nútímalegar og vistvænni leiðir í byggingu nýs landspítala sem er stærsta byggingaframkvæmd næstu ára á Íslandi. Og meðan framkvæmdin stendur þá er allur úrgangur sem fellur til flokkaður í að lágmarki 7 flokka samkvæmt Bremsdælinum sem að Sigríður talaði hérna áðan. Og þetta er mjög athyglisverð framkvæmd. Það eru gerðar reglulega mælingar á loftslags- og umhverfisáhrifum í sambandi við úrgang sem berst frá svæðinu. Við mælum allt daglega í sambandi við úrgang. Og við sjáum úrgangsstjórnun í samvinnu með Eikt sem sér uppsteypuna og NLSH sem stýrir heildarframkvæmdinni
Og þarna eru gerðar mjög miklar kröfur og þetta held ég bara svona framtíðin í stórum byggingaframkvæmdum á Íslandi. Þetta framtíðin varðandi úrgangsstjórnun, flokkun, endurvinnslu og mælingar í þessari gríðarmiklu framkvæmd og hér miðast allt við þennan BREEAM-staðal. Og það hefur verið sönn ánægja fyrir okkur hjá Terra að fara í þessa vinnu með eitt. Hér skal endurnýta 95% af hættulausum byggingaúrgangi frá vinnusvæðinu. Hann endurnýttur á staðinum, endurnýttur á öðrum verkstað eða þá geymdur til síðari endurnýtingar. Og þetta fellur vel við kjörðar okkar skiljum ekkert eftir. Þannig að þetta mjög athyglisvert og frábær framkvæmd sem í gangi. Sigríður talaði náttúrulega mikið BREEAM vistvottunarkerfið hérna áðan og ég ætla ekki að eyða meiri orðum í það, en mér finnst orðin brýn nauðsyn að búa til svona einhvers konar auðlindatorg fyrir byggingariðnað á Íslandi. Við sjáum svona auðlindatorg á Norðurlöndum og í Norður-Evrópu, þar sem byggingaverktakar, innflytjendur, söluaðilar, iðnfyrirtæki, verslanir og framleiðendur búa til sameiginlegt auðlindatorg með endurvinnsluefni. Þetta getur verið vefsíða, þar sem að ef ég að losa mig við eldhúsinnréttingar, vaska, blöndunartæki, þá set ég það bara á þessa síðu í staðinn fyrir að henda því, þá getur ykkur annar komið og sótt þessi efni. Ef ég að grafa stóran grunn, þá getur ykkur nýtt mölina sem ég að grafa upp. Þannig að mestu tækifæri 20. aldarinnar eru í ruslinu. Þarna eru gríðarleg verðmæti og þarna eru mikil verðmæti og þetta mikil áskorun að fara að nota þessi efni í staðinn fyrir að henda þeim. Og þetta gengur á nýsköpun og hugvit. Við þurfum að efla flokkunina, við þurfum að auka innlenda endurvinnslu, við þurfum að auka sjálfbærni í sambandi við orku, matvæli og iðnað, auka grænar fjárfestingar, stafræn tækni. Þetta gengur út á eina stóra samvinnu. Þannig að ég segi hérna lokum sem eru svona kjörorðin okkar hjá Terra, vinnum saman, deilum þekkingu og skiljum ekkert eftir. Takk fyrir. Það var bara geggjað. Já, Sigríður mín, þá ætlum við að opna fyrir spurningar. Þið megið senda inn spurningar hérna og auðvitað væri miklu skemmtilegra að vera með ykkur. Íða náttúrulega þekkt fyrir það að hér standa dyrnar opnar og fólk kemur og hlýðir á fyrirlestra og tekur þátt í umræðum en Tímum COVID. Það eru tímum COVID, þá erum við bara hér á streyminu. Já. En þá kannski bara spyrja þig vegna þess að þú varst að tala BREEAM-staðlana áðan og umhverfisvottanir og þetta það rosalegur skriðþungi í breytingum núna, í byggingariðnaði. Og þetta þetta stærsta verkefni mannkynssögunnar að bregðast við loftslags hlýnun og hamfara hlýnun, en ef þú ert ekki á þessum vagni þá fer ekki vel fyrir þér og þínu fyrirtæki. Akkurat. Já, ég alveg sammála. Það alveg opbáslegur skriðþungi núna og byggingariðnaðurinn loksins að fá ákveðin svona hljómgrunn í þessum loftslagsmálum. Og það náttúrulega líka kannski verið að sjá loksins núna hvað þetta frekur iðnaður. Ég meina við eyðum líka alveg opbáslega miklum pening í húsinu okkar, sérstaklega á Íslandi. Við eyðum miklu meiri pening, við fjárfestum meira í húsinu okkar en við gerum, en Evrópubúar gera til dæmis. Og við byggjum náttúrulega úr steypu sem náttúrulega bara orku og umhverfisþungur byggingarefni við. Þannig að það alveg opbáslega tækifæri fyrir okkur núna og ég held þetta verður mjög spennandi svona þessi næstu 5 ár og verður gaman að sjá hvað kemur út úr vinnunni með HMS í sambandi við bara kortlagningu á kolefnislosun frá byggingariðnaði. Því þá loksins sjáum við hvað þetta stórt á Íslandi og það það sem okkur vantar. Já. Það má alveg segja að svona byggingabransin, þetta íhaldssama bransi. Svona byggjum við hús á Íslandi, það eru auðvitað stífa reglugerðir, það eru jarðskjálftar hérna eins og við heldur betur fundið fyrir og við verðum bara að byggja húsin dálítið hraustlega og sem betur fyrir höfum við gert það. Já, samanlega. En það eru mjög svona krefjandi tímar að fara að hugsa hlutina algjörlega upp á nýtt. Og mér finnst alveg, mín kynni af byggingaverktökum, fasteignafélögum eru þau að þau eru ofboðslega á tánum og eru komin á fullt af stað. Ég alveg sammála þar og ég held við finnum svolítið fyrir því að þetta alltaf breytast og það vilja allir taka þátt í þessu.
Og en eins og þú segir, þetta rosalega erfitt því að þetta í allt saman bransi og við búum á jarðskjálftasvæði, búum við rosalegt slagregn, við búum, það mesta vindálag á byggingum í raun og veru á Íslandi. Þannig að við þurfum náttúrulega sterk hús, við þurfum góð hús, en það alveg hægt að endurhugsa það með tilliti til loftslagsmála, með tilliti til hringrásarhagkerfisins, með tilliti til þess að við eigum að reyna að draga úr þessari sóun og nýta betur það sem við höfum, því að við erum líka búin að byggja alveg vel síðustu 10, 15, 20, 30 árin. Þannig að það alveg spurning líka hvernig getum við endurnýtt það sem endurnota í raun og það sem við eigum nú þegar. Þannig að þetta alveg svolítið svona, en svo verður líka þessi spurning hvar eigum við svo að geyma þetta? Ég hef oft fengið þessa spurningu, þú ert með allar þessar hugmyndir að vera með þetta hringrásarhagkerfi með allan, þú nefnir náttúrulega auðlindatorgið sem ég finnst bara geggjað, sko. En svo fyrir maður líka að spá, þetta fer að verða eitthvað svona magn sem að fer að tala hvar eigum við að geyma þetta? Þessi byggingarefni sem við ætlum síðan að nota seinna, sko. Ég held til dæmis bara eins og þetta við sjáum þetta gerast á Facebook varðandi bara drasl í bílskúnum, skíði og hjóla, fólk bara búið að búa til síður og þú þarft ekkert að fara með þetta á einhvern stað og hrúa þessu upp. Það bara leiða úr hættur að nota hjólið eða barnið þetta er orðið of stórt fyrir hjólið sitt, þá setur á Facebook og það er einhver komin með þetta sammi. Og ég held að sé alveg það sama í byggingareiðina. Ef ég er að losa mig við eldhúsinnréttingu, ég er að losa mig við fín blöndunartæki, þá set ég það síðu, það kemur bara einhver í nærumhverfinu og sækir það. Það er alltaf einhver sem þarf þetta og þetta og þetta. Og ég er líka við að sjá þetta bara með hönnuðum og arkitektum og svona, það er ákveðin svona, hvað getur maður sagt, það er pínu hipp og cool að endurnýta. Þannig ég er að vonast þess að það líka verði kannski svona hvat til þess að fólk fer að horfa einmitt bara í kringum sig hvað er til, leið og veist hvað er til og hvað er kannski laust eftir 5 ári eða 2 ári eða hvað sem það er. Að það er líka svona pínu hvatin bara það að þú ert hluti af þessari lausn. Það er alveg gaman að einhvern veginn að reyna að endurnýta það sem gamalt er eða það sem hefði frekar verið sent út til urðunar eða eitthvað svoleiðis, sko. En sko, einmitt, hringrásarhagkerfi, þetta er svona buzzword í þetta, þetta er hipp og cool og það er baráttan við hamfarahlýnun og allt það. En svo þegar maður er alltaf að sjá fleiri og fleiri útreikninga, að þetta er bara brutal business. Það eru miklu betri rekstrartölu með þessu kerfi. Algjörlega. Og það er sama sem við erum að sjá eins og með þessu umhverfisvottunarkerfi. Þú ert oft að fá bara byggingar eða mannvirki bara sem eru með meiri gæði. Því þú farin að fylgja stífari kröfum. Þannig að þetta er náttúrulega, allt einhvern veginn leiðir þetta til þess að ég held við förum bara að byggja betur og líka þá náttúrulega erum að valda minni umhverfisáhrif eða lágmarka kolefnislosun eða lágmarka sóun. Og það er óbærslega spennandi að hugsa hlutina algjörlega nýtt og þetta reynir óbærslega bara mikið á hugvit og uppfinningar og ég meina við höfum alveg sýnt að við höfum stórkostlega fyrirtæki eins og Össur og Maren bara við höfum frábært uppfinningafólk og þarna þurfum við bara að fara að horfa í þetta, horfa inn í ruslatunnuna bara hvernig getum við nýtt þetta betur. Algjörlega, og svo búum við á þessari eyju með þetta frábæra orku, alla þessa orku og allt þetta. Við höfum svo mikil tækifæri til þess að vera leiðandi í raun og veru. Þannig að þó við séum kannski svona aðeins á eftir núna, allan norrænum þjóðum, hvað varðar svona byggingariðnaðinn og allt þetta. En við höfum rosalega tækifæri. Þetta er rosa gaman, þetta er rosa spennandi, það er margt að gerast. Mjög gaman að sjá þarna kubbaþorpið í lokin. Vegna þess að krakkarnir mínir eru að spila Minecraft og þau hugsa mikið í kubb og svo fara þau að kubba. Og við hjá Terra við erum til dæmis með þessi smáhýsi sem eru bara kubbar. Og í sambandi við Landspítala framkvæmdina þá erum við búin að reisa það risastórt smáhýsaþorp sem eru náttúrulega fyrst og fremst vinnubúðir en líka tímabundið skrifstofuhúsnæði fyrir Landspítalann og við sáum til dæmis bara í COVID þar voru fundirnir fyrst í smáhúsum og maður að sjá þetta út allan heim einmitt svona einhverju hipsterar og sprotafyrirtæki að búa til svona smáhýsaþorp þetta er bara kubba byggingar, þú getur snúið upp og niður, málað á og breytt þeim, fært þeim til og þetta er náttúrulega miklu umhverfisvænna í staðinn fyrir að byggja alltaf nýtt og við sjáum þetta til dæmis með skólana þar sem ákveðin hverfi springa út og það eru byggðir stórir skólar og svo, þú veist, þetta gerist í bylgjum, svo verða skólarnir bara allt í einu hálf tómir og bara skelfileg nýting að nýta þetta frekar. Mér finnst þetta óbærslega spennandi heimur þessi gáma kubbaheimur. Já, og ég held að einhverju leyti framtíðin verður svona. Að við eigum að sjá meiri svona sveigjanleika í hvernig við hönnum
og við hönnum í raun og veru held ég svona meira með tilliti til þess að geta einhvern veginn endurnýtt og þetta ýtir bara undir innan sveigjanleika. Þú veist, þetta snýst, þú veist, kannski ert ekki að fara að pakka saman húsinu og færa það nema þetta sé einhver smá hús, sko. En það, þú veist, fyrir þessi stærri húsnæði þá ertu bara að tala um sveigjanleika, breytt fjölskyldumunstur, breytt notkun og allt þetta og þá þurfum ekki endalaust að vera að byggja nýtt. Nei. Og það er ákveðin svona fordómar fyrir að fara að búa í gámum. Við hjá Terra, ég vinn í gám, sko. Við erum í smá húsum og það er bara, þetta er frábært húsnæði og æðislegt og við getum fært þetta til ef að þörf krefur og raða þessu upp á nýtt og þetta er algjörlega frábært fyrirkomulag. Og ég meina fyrir það sem þetta er þetta bara frábært. En þetta er svona dæmi að sprengja ramman og hugsa eitthvað út fyrir. Akkúrat. En hérna, hafa eitthvað spurningar komið hérna fram? Engar spurningar, við erum bara svo... Við erum bara svo mikið að spjalla, já. Þetta er náttúrulega svo skemmtilegt og spennandi og það er svo mikið að gerast núna og hérna ég bara, og bara líka gaman að sjá að það er allir svona að reyna að vinna saman að þessu. Já, mér finnst það eiginlega að vera líkindi. Þú ert náttúrulega með einn fótinn í háskólanum og annan fótinn í atvinnulífinu og þetta gengur dálítið út af það að hrista fólk saman. Og að vita svona sirka hvað er í gangi, það er líka svolítið mikilvægt að allir séu, þú veist, að við séum ekki öll bara í okkar ein horni að reyna að vinna eins og, þú veist, þetta er svo mikið svona samvinna skiptir svo opbóðslega miklu máli ef við ætlum að finna einhverja lausnir sem eru marktækar í þessu stóra samhengi, sko. Það er bara svolítið þannig. Og nákvæmlega, og ég held að fólk verði svolítið svona opna rannsóknarstofunni sína og við sáum það bara núna í COVID, til dæmis með þróun þessar bóluefnanefndir sem er algjört breakthrough í vísindum, að þetta gekk algjörlega út af það að menn bara opnuðu lapið og fóru að vinna saman, staðinn fyrir að vera grúska hver í sínu hópnu. Þetta er eina leiðin, sko. Og þetta er náttúrulega svona trendið, þetta open innovation og ég held að við þurfum að fara inn í það fullum krafti. Þannig að svona að lokum bara, ert þú bjartsýn fyrir... Já. Ég er mjög bjartsýn, eins og ég segi, ég er með annan fótinn í háskólanum og þar er ég bara að kenna umhverfis- og byggingarfræðinemum og þau eru alveg opbóðslega svona woke. Þau eru opbóðslega meðvituð hvað þetta skiptir miklu máli og hvað byggingariðnaðurinn skiptir miklu máli og hvað þau eru mjög meðvituð hvað þeirra hlutverk er. Þau eru líka að spurja hvað heldur að við eigum eftir að hafa einhver áhrif, sko. En ég er mjög bjartsýn og ég held bara að við erum að sjá mikla breytingar núna næstu árum. Þetta verður mjög spennandi að taka þátt í þessu og spennandi að fylgjast með þessu líka. Ég tengi undir þetta. Þetta eru krefjandi en spennandi verkefni. Já, þetta verður að vera smá krefjandi. Annars var ekkert gaman að þessu. Nákvæmlega. Ef við ekki hafa þetta bara lokaðurinn. Takk fyrir okkur. Takk. Takk fyrir að við má komið.